Yes! Já! Ekki bara að byrja að skála. Herri, við erum á sælu skíi í kvöld. Eftir gærdaginn. 3 risa punktar, kladdan. Já, 3 punktar maður. Beint í leiknisheimilið. Tökum því. Já. Og það er heldur þægilega hann í miðunni. Já. Jafnvel bara, ég hefði bland okkur í hérna. Já, menn... Við eigum að 5. seti í bíli. Já, ég veit, já. Við skulum spara fullir ykkur þar. En það er 3 dagar, það er Chess of Dark. Já. Þetta er nummer 14. Ég var að hugsa þetta, ég var að keyringa á hann. Þarna... Ok, ég er að ljúga, ég oftast fæ faringa. Þarna... Og ég var að hugsa þetta, sko, þegar tónlistamenn alltaf segja eitthvað ég er búinn að gigga svo ógeðslega oft, þetta verður aldrei þreytt. Mér er byrjað að líða þannig með Kat. Já, þetta er bara... Þetta gerir vikunum, sko. Þetta er, eins og ég segi alltaf, þetta er nýju föstudagur minn. Já, bara nákvæmlega þannig. 3 dagar nýju föstudagarnir. Já. En ég lenti á spjalli við mína menn í AHA daginn. Já. Komu hérna að taka út AHA-höllina. Já. Þú veist hvað það er, þeir leggja ekki nafnið sitt í hvað sem er. Ný. Og þeir eru eiginlega bara, ég ætla ekki að ljúga hlustendum, þeir eru Fox illir út í mig. Nú, okkur. Já, þetta því að þeir mættu hérna, gerðu út þetta á staðnum, sá ég var ekki að flokka. Já, þau eru svo umhverfisvænir. Já, sá bara að ég hendi öll í eina tunnu. Og minn maður, já, hann var alveg snældu vitlaus. Já. Þannig að ég er búinn að koma í öllu, við erum núna með 3 tunnur, flokkum þetta allt saman. Og síðan, hérna, gerði ég annað. Ég var ekkert í spes ástandi á sunnudaginn. Nei. Tók 2-valda helgi, sko. Ok. Og síðan mætti bara á 100% vistvæðin ferðamáta til mín. Já, sko, já. Vefjan sem er lengst upp í, ég veit ekki hvað hún er í Skeifunni eða einhvers staðar. Já, bara heimsend. mætt heimsend. Takk. 2 vefur á mig og ég borði þetta í hádegismat og kvöldmat. Þannig við þökkum þeim kærlega fyrir. Já, heldur betur. Og alltaf gott að vera hér, en hérna, já, þú komst hérna, þér var ekið. Mér var ekki, já. Hvernig ætlarðu heim? Ég ætlaði heim með hreyfli. Hreyfli? Það er bara nákvæmlega, ég ætla að panta í appinu. Líka okkar Veistu menn. hvað? Ég er búinn að panta í appinu, hann kemur á miðnætti. Það er svoleiðis. Ég get gert það, en maður er ekki, af því að ég ætla að sjá hvað þarna gestur kvölds verður lengi í kvöld. Já, talandi gest kvöldsins, maður. Ég get pantað hreyfil fyrirfram. Herri, Sigurður Höskuldsson, þjálfari leiknismanna, er með okkur í settinu og málið með Sigga er að hann er, ég vil ekki vera með, eins og ég segi, ég ætla að spara stóru fulleringar, en hann er hörku góðu skákmaður. Já, það er bara alveg skákari. Já. Það er veisla framöndan. Ég veit að það eru margir búin að bíða spenntir eftir þessu. En þú getur ekki skauta fram í að þið tóku skák hérna fyrir þátt. Já, já. Og hann skákumátaði þig. Já, ef að farin biskupin upp með dreitt, þá var þetta sem að er bara, já, ok, jú, það er rétt, já. Já, hann alltaf var stór sem þessu hetja. Já, hann fórnaði kallið hann í byrjun og ég vissi ekki hvað hann ámist og verið, sko. Hann átti þráskákina, hann vildi hann ekki, sko. Nei. Herru. Tók ekki mál. Það ætli bara að negla In The Ghetto í gang og bjóða Sigurður Höskuldsson. Takk. Skákmann, þjálfara og mikið meistara, velkomin í settið. Velkomin. Takk að kella fyrir. Alvöru intro núna, sko. Já, það er einhvern til sparað, sko. Það var stóru byssunar. Vá, þessi stólar er ekkert eðlilega lágir. Ég veit það. Hækkaði í hann. Ég er svo hávaxinn, þetta er fínt fyrir mig. Já. Siggi, skákmaðurinn Siggi Höskulds. Já. Hann er svona skítsamlegur. Já, hvernig byrjaði þetta allt saman? Byrjaði í Kársnesskóla þegar ég var bara í 1. bekk og hérna, ég var svona, já, nokkuð fljótur á násu og hérna, og var bara prýðisgóður og hérna, og svona, kannski alltaf fyrsta borði í hérna, í þessum sveitakeppnum. Já. Svo þegar þetta var svona, já, fara að taka hans tíma á fótboltanum og þetta voru svona orðið ómikið að stúderingum að þá svona því miður að þá datt ég út svona 12 ára aldur. Já, en þú varst náttúrulega segur verið þátt að þú varst nú bara með þinn bestu í þín mannsflokki þarna á einhverju tímabúti. Já, ég var það, sko. Við vorum hann að ég og hérna Guðjón Heiðar Valgarðsson. Við vorum að battla hann á flestum mótum. Þannig að já, ég var svona með þeim bestu. Er eitthvað pláss á hillunni fyrir einhverja fótboltatitla?
Nei, ég var einmitt að bara taka til daginn einhverju svona veluna. Ég á eiginlega fleiri velun fyrir skák heldur en fótbolta. 5-6 bikarar og eitthvað svoleiðis. Þannig að það er bara skemmtilegt. Já, þú varst að segja okkur fyrir þátt að þú veist ekki að taka skólatitilin heim. Nei, það var skemmtilega að segja. Það var sem sagt það var skólaskák fyrir, Kársnesskóli var bara upp í 7. bekk og í 4. bekk þá vinn ég sem sagt titilinn og í 5. bekk og ef þú vannst 3 ári röð þá veist að eiga bikarinn og svo er 3. mótið þarna í röð sem ég er búinn að vinna alla skákunar á fyrri deginum og svo í seinni árum og ég var út í fótbolta fyrir utan það sem skólaskákmótið var og tímdi ekki að fara inn, það var svo skemmtilegt í fótboltanum að gaf bikarinn upp á bátinn. Þannig að viljinn að spila fótbolta var meira heldur en málmurinn í skákinni. Og ég þorði ekki aftur inn í skákherbergið hjá kennaranum því ég var svo hræddur að myndi hraunni um mig og vera að bröða. Ég veit ekki það, ég láti nemandum mína aldeilis heyra það. Þannig að þar fór skákferill. Já. Því miður því að ég vildi óska að ég hefði farið að stúdera þetta betur og verið betri í dag heldur en Já, en þú ert nú ungur árum og ert mætturinn til Chess Dark sem verður nú ekki lengi stærra skref fyrir skáknum. Ég verð að stilla upp sviðsmynd. Hvað myndir þú gera? Það er æfing, það er eftirmiddagsæfing, hún klukkan 1 á sunnudegi og Gyrðir Hrafn mætir 20 mínútum seint, aldrei þessu vant. Hann var inn að tefla. Farin að heyra það fyrir frá liði? Já, hann fengi blóstur. Það er engin afsláttur þótt þessi skápur. Nei. Þá myndi allir leikmennir bara að segja þetta. En það kom nefnilega, strákarnir í liðinu fóru mikið að tefla í kringum Queen's Gambit. Það kom smá bylgja með því en því miður það geta þeir ekki neitt. Nei, því miður. Sjáu hvað þú kannt. Sjáu hvað þú kannt. Viltu okkur eina? Tökum eina bara. Ég sá að Hvambergin var að skora en leiðum trekkið með þess vélinn í gang eins og venjulega. Það er 5-0 í kvöld. Siggi sagði mér fyrir þátt og hún var alveg saman hvað anstæðingur leikur, hann teflir bara alltaf sitt setup. Þið eru alltaf að spila þetta lag inn í klefann? Nei, ekki inn í klefann. Þetta er bara þegar við erum að labba inn inn á völl og það er alltaf jafn svona hugulegt Já. Þetta voru stóri 3 punktar í gær. Þetta voru það og bara Hvernig var þessi leikur þá sem horfðu ekki á? Var þetta samverðandi? Já, þetta var nokkuð samverðandi. Við höfum oft spilað betur en mér fannst við með yfirhöndina mest allan tíman og svona tiltölulega samfærandi fannst mér. Og Dómur Snóvöllur heldur áfram að gefa? Já, hann er búinn að vera, hann var nefnilega við vorum ekki nógu góðir fyrir á heimavelli og ég held ég séu nánast með jafnmörg stig í ár og allt tímabilið fyrra. Já. Þannig að það er bara virkilega og sem nýlegri deildin á verðum við að hafa vígi og virkilega mikilvægt Ég hef ekkert mætt í sumar en ég mætti í fyrra. Já. Og það var svo mikil stemning og sál í þessu liði. Ég er að fara aðeins fram með mér. Ég ætla að spyrja þig fyrst, hvernig byrjaðir í fótboltanum? Hvað varstu gamall? Gast eitthvað? Herðu, ég var ágætur í fótbolta og sérstaklega svona á mínum yngri árum Við vorum að berjast titla yfirleitt og ég er í einhverja algjör steik núna ég þarf að taka þetta og svona við vorum mjög fínir og ég var í Breiðablik og við gerðum fullt af góðum hlutum og alltaf í A-liði og svoleiðis og svo lendi ég í því að svona þegar hann svona fótboltaferillinn ætti að vera að fara á okkar flug þá var ég rosalega mikið meiddur og svona einhvern veginn fer þetta bara
þannig að hérna þetta voru helvitis meiðsla ár sem að tóku við og ég þurfti eiginlega bara að hætta 23 ára sko. Já. Og þá tekur eiginlega bara þjálfarferillin við þannig séð. Bara strax? Já, ég byrjaði að þjálfa hjá ÍR og hérna 2007 8 eitthvað svoleiðis og fannst ég bara nokkuð lungin í því. Fannst þú að við mistarflokkið á það? Nei, þá byrjaði í yngri flokkunum og hérna var þá eitthvað aðeins búin að þjálfa 7., 7. flokk og eitthvað svona og fannst það helviti gaman. Þannig að hérna svo tekið hérna við 4. flokki 2007 eitthvað svoleiðis og geri bara helviti gott mót og fann svona að þetta var eitthvað sem að ég ætti klárlega að leggja fyrir mig og ekki litið tilbaka síðan sko. En svona kaflaskiptin í mínum svona þjálfarferli verði eiginlega svona þegar ég fer í Stjörnuna að þjálfa, fer inn í svona einhvern kultúr þar sem að eru aðeins dýpri pælingar og svona já, læriði mjög mikið bara á því að vera að þjálfa með og í kringum þjálfarar sem voru þar, Þórhall Sigurðsson og Dóra Árna í Breiðablik og Donni Geir. Já. Og þá svona, já, þá fer þetta svona að verða alvöru dæmi sko. Já. Þessi þjálfun sko. Jesús Kristur. Fokkin ei. Herðu. Er einhver sem myndi kalla jafnvel lærifæðin í þjálfuninni sem þú er mikið lit til? Já sko, eins og segið, þegar ég fer hann yfir í Stjörnuna þá svona einhvern veginn eru við í einhverju svona þjálfaragrúpu þjálfararnir þar, ég og Þórhallur og Dóri til að byrja með og einhvern veginn Þórhallur er alltaf mjög góð vinur minn fyrir og vissi að hann væri virkilega klár. En það svona einhvern veginn þá opnaðist einhverju svona já, einhverju gluggar sem að maður fór svona að pælaðist í brísu og já, ég segi það ekki bara, hann hafi verið minn lærfæri í því sko. Já. Það er eiginlega bara þannig sko. Þessi skák í algjöru steypu. Já. Jesús. Það er sem svo hvoru út vinnana. Ég ætla að ráðast á hann hérna með þessu peði hérna. Æ, hann sá þetta. Sigur er hann. Ætlar ekki að gera það. Ætlar leiknir eitthvað styrkja sig í gluggan? Að vilja það, menn tala um það, leiknir þarf að styrkja sig og eitthvað svona og já, við munum eitthvað skoða það, þetta er erfiður markaður og það er ekki hlaupið að því að ætla að styrkja sig, það er bara þannig. Og svona erfitt fyrir okkur svona berjast við önnur lið peningalega, það er það sko. Samt með konginn í brúnni, er normali? Já, hann er að dæla pening í það sko. Já. Hann en ég veit að hún sárnar þetta sem þú varst að segja nefnilega. Hann vill náttúrulega hann vill náttúrulega að við styrkjum okkur og þetta var, Jesús minn almáttugur. Ég þarf að fá mig sopa á þessu. Já, endilega, heyrðu, þarna gefðu mannu, sko, Hvannberg, ef þú ert að horfa þá rísæna þetta. Já, maður verður ekki tapað þetta í út. Nei, djöfullin sjálfur, ég rísæna þetta. Hvannberg, ef þú ert að horfa þá máttu tala svo núna, geðu þið smá tíma. En já, þarna hvaða fíblaði þetta? Þetta var líklega bara fyrir Jóndubæ. Já, nei, þetta er toppmaður, fjöldar hann góður. Og, en þú veist, hann á ekki Escobar eitthvað frenda eða eitthvað sem getur græðið eða eitthvað? Ég myndi líklega ekki fara á eftir honum en það er toppmaður. Herri, við erum á rekk. Erum við á rekk? Já. Já, kannski, Siggi, varstu maður að heyra söguna eða?
Nei. Svakalegt sko. Við tókum upp 3 tíma þátt með Jóni Gunnar Geirdal. Úff, Sá var góður maður. alveg rétt maður, nú ráman í þetta þegar við erum að tala um þetta. Það er komið challenge. Þetta er Samþýttu þetta, Þetta var Sigurður. Og já, þú með hvít núna. Takk til að sjá setupið með hvít. Já, já. Herruðu, rosalegt. Það eru kalda kveðir. Ok. Eins og segir, alveg sama hvað hinn gerir, ég gerir alltaf það sama sko. Hann er greinlega svona eins og þú fyrir peðamúin. Já. Ok. Sko, þetta er nefnilega það sem að trufla mig yfirleitt sko. Að leið og gerir eitthvað svona sem er skrítið. Þá fyrir þú í panik. Þá fyrir ég í panik sko. Já, þetta er svo vinnurinn að Ingi Þór. Já. Sko, þú veist, Jesús. 10 skák einvíð, þú Ingi Þór. Hvernig fer? 10-0? Nei, það fyrir svona 10-7 fyrir mig. 10-7? 10-8 kannski. Hann panikar. Já. spurning sem ég hefði gaman að spyrja fólk. Já. Hvernig teflur þið? Það er að segja hvar og hvenær? Mér finnst ótrúlega þægilegt núna að það er náttúrulega, ég hef ekki, ég tók rosalega langa pásu og tek svona tarnir Já. en ég tefli þegar mér vantar eitthvað svona mér finnst rosalega þægilegt ef ég kannski að leika einhvern leik, klippa á eitthvað svona, taka smá pásu og taka hennar skák sem að endar yfirleitt í svona 3-4 Já. og Jafnvel með kat í eirónum. bara eiginlega alveg pottet Já. og ég er yfirleitt alveg svakalega aggressífur Þessi háfjöruleikur, hann bara þess merkir. Akkurat ég hjóla bara í þetta miklu skemmtilega þannig að yfirleitt er ég að tapa ég á því að vera svona aggressífur en mér finnst bara svo gaman þegar ég er að vinna skákir á því að fórna mönnum og eitthvað svona þannig að Ert þú Óskar Hrafn skákarna? Já, það má eiginlega segja það ég sá þetta er mjög aggressíft Ég sé alveg hvað ætlar að gera, þú ætlar að fara ekki með kónginu upp og með hrókinu hál. Ekki segja honum. Já, þetta er rétt, já. Nú er ég að fara að ráðast á hálínuna, Já. Ég get þetta sagt honum allt sem ég vil, því hann getur ekki stoppað það, því miður. Hárrétt. Þannig að já. Þannig þú finnur ákveðna hugar og ég tefla það. Já, ég ger það og finnst það alveg ótrúlega gaman svo er ég alveg húgt á að horfa á svona skákstrím og finnst það helviti gaman. Ég er bara að taka þennan og þú veist, ég er eiginlega bara hættur að horfa á þætti á kvöldin, ég er bara að horfa á einhver skákstrím þannig að hann er rosalega opinn kóngurinn hjá honum núna. Þú ert aðeins vanar á músin heldur en kollegiðin Arnar Gunnlaugs. Já, sem betur fer. Sá toppmaður. Já. Hulíku toppmaður. En ég ég tefli eiginlega bara í símanum samt. Já, það? Já. Fannst það óþægilegt fyrst en svo þú hefur alltaf verið góðvinni þáttarins áður en að þú tekur gest okkar degi fyrir þátt og pakkar hún saman eftir það var komin á svartalistan. Það er maður sjá Ok, hvernig heldur sóknin áfram núna? Já, nú er ég ætla að passa mig að vera ekki óaggressív. Nú ætla ég klikka stundum á því mér langar að setja hann á hrókina. Já, ef það er einhver stað til að vera aggressív þá er það í AHF-stúdíónu það er nú bara þannig Ok, já. Þú ert ekki hrifin af þessum? Jú, Ég er svona hann er sem svo þegar Escobar kom heim fyrst. Hefur potensialið ok. Nú er ég að taka hann. Hún er búin að opna hálínuna fyrir mig Já, ok, en þú veist, já, ok. Já, þú ert ekki hrifin af þessu? Ekki pæli mér, ég er bara leikmaður. Má sjá. Ég er búin að fokka sér þessu upp í þennan, Þú ert engundir samt, Nefn og gera þetta. Ég var að kalla eftir þessu, mér finnst þessi geggjaður. Þetta er aggressíft. Já. Ertu sóknarsinnaður skákmaður heldur en þjálfari? Mm, Sýnst það?
Já, ég veit það ekki. Má sjá. Ok. Hann tefla vel, veistu hvað þetta er, Leifur? Nei, hver er það? Arnar Mark, bara one of our loyal fans grunlega bara og hann er að tefla mjög vel, Svartur líka. Já. Siggi, ég horfði á leikinn, sko ég er náttúrulega Bliki. Já. Stofnaði skákdeildina þar og ég býði alltaf til styttunni þar fyrir utan. Fór á leikinn í Vippunni, Breiðablik Leiknir. Já. Auðvitað náttúrulega fór hann eins og hann fór, því voru án Binna, voru án Sævars. Hins vegar áttu við náttúrulega að fá víti þarna þegar staðan var 1-0. Já. Og þegar staðan var 1-0 og þá basically áttu Blikar ekki break í nokkra mínútur. Já. En hvað, svo gáðu þið bara leikinn eða? Nei, svo er þetta bara, þú veist, þeir eru náttúrulega frábærir í Hversu erfitt er að keppa móti Breiðablik? Eða þú veist? Það er viðbjór. Já, það er viðbjóður, já, okkur takk. Og Sérstaklega með mig kannski hann í stúkunni vitandi. Já, nákvæmlega, það var svolítið fræðilegt sko. Ég sá að Siggi vissi líklega að vera núlstíð þannig að hann sá mig þar. Já, þeir eru fyrir mér besta lið landsins hann sá þennan helvitis leik hérna. Þú býtu. Ég hlýt að geta gert eitthvað úr þessu. Má sjá. Þú má aldrei fórna sig í hel. Nei, ég er alveg við það núna. Ég er alveg við það núna sko. Goddammit maður. Ég veit nefnilega hvað það ætlar að gera. Já, ég var að pælja að taka hennan. Já, ok. En sko, þú veist, prófum þetta. Hann er með leiðilegt peðina sem er að bögga mig sko. Já. Sko. En hvað sagðirðu við þína menn fyrir tímabili? Hvað var markmiðið? Markmiðið var að, já, hann er með þennan helvitis leik. Markmiðið var að Góður. Já. Markmiðið var bara að basically að halda okkur í deildinni og það var svona fyrsta markmið sem að held að hafi verið bara gott markmið og eðlilegt markmið eðlilegt að koma upp og skák fuck sá ekki hann þetta er búið að stefni svona í ég var leik núna sem að já. En já, eðlilega kannski markmiðið bara halda sér í deildinni já. Og ég held að það hafi verið bara gott markmið og eitthvað sem er bara á ágætisleið við erum bara búin að vera flottir Fyrir tímabilið hefur tekið þessa punktasöfnun 14 stig eftir 12 leiki Já, líklega við myndum gera það sko Já og þessi skák er búinn Þetta er vel maður Arnar Mark, vel gert Já, þetta var vel gert hjá honum ég held ég var með hann í reybónum Já, ef við förum við skák eftir þátt þá það var 100% einhver stað en einhver sigur sko. En já, ég held ég hefði tekið því Já 14 stig þetta er erfið deildin í ár það eru mörg lið sem að já, við erum einhvern veginn að matsa við það er að segja þetta er bara einn pakki þarna og einhvern veginn ekkert fyrir sig hvaða lið er að fara að gefa eftir í þessu Nei Mjög þéttur pakki þarna Er ykkur stigaföldi sem þetta horfi í eitthvað svoleiðis eða ertu meira bara pæli næsta leik? Ja, næsti leik Já, við viljum fara yfir 20 stig Já það er alveg klárt og Er þið ekki strax búin að toppa stigum með leiknis í eftir? Nei, þið fengum 15 stig Fengum 15 okay. og seinna umferðin var þeim erfið við erum með svona svipað byrjun og þeir voru með þá Það? Já Það er nú ekki Nei Ok, þannig að það er nóg eftir í þessu Það er nóg eftir og ég heldur að vera með 11 stig á þessum tíma En svona fyrir þá sem að hafa ekki mikið fylgst með leikni í sumar hvernig bolt er að spila eru þið sóknarþengjandi eða Já, við erum að reyna það og það er svona okkar stíl að vera Já, samþykja takk Nú vill ég fá þig á blað Ok Það er þetta 10 Það er fínt maður Það er bara síkó og slökkum á Já, sko við vorum
mjög sóknarsinnar í fyrra og vildi spila hátt og pressa og ríkarlega flott bolti sem við spiluðum í fyrstdeildinni maður. Ég var mjög skotin í þeim leikstíl sko. Og við vorum bara nokkuð ánægðir með okkur í fyrra. Fannst við vera góðir og náðum að stjórna leikjum og planið var svona að reyna að haldi það sem vorum að gera í fyrra. Það er náttúrulega töluvert erfiðar í þessari deild en mér finnst við náði bara ágætlega. Við viljum spila attraktiv fótbolta til þess að skemmta áhorfendum. Það sé gaman að mæta á völlinn og ég held að það sé svona lykillinn að því Ég man var þetta fyrsta leiknið þeirra Stjarnan sem voru á Samsung-vellinum úti þar sem við vorum náttúrulega bara óhefnir að taka ekki 3 stig sko. Ef þú tekur þann leik og blikaleikin ég ekki strá salt í sárin en það verður 4 stig það er nefnilega málið sko. Hafið þið verið heppnir í ykkur leik? Einhvers staðar sem þið meira heldur en kannski 8 verðskölda? Nei, ekki sko. Bara opið. Nei, þetta við gengið bara vel og ég held að við séum bara nokkuð ánægðir með frammistöðuna og ég held að leiknisfólk sé bara stuðningsmenn séu ánægðir með það sem við erum að gera sko. Já. Sko það sem ég fannst líka svo skemmtilegt eða eitt af því sem ég fannst svo skemmtilegt í fyrra eða bara sko hann Steppi hversu mikill missir í honum? Hann var í hitti fyrra menn, ég vissi að ég var að fara með hann bara sem káringur finnst mér mjög svekkjandi að horfa á hann í káarliðinu í ár sko. Það væri þvílíkt sko, hann var náttúrulega bara gjörsamlega geggjaður fyrir okkur og bara sko byrjaði rólega en svo þegar hann svona komst í takt við það sem við vorum að gera og svo leiðis þá var hann gjörsamlega geggjaður og svona mér fundist svona eins og hann ætti að vera búinn að spila stærra hlutverk í káliðinu með að við gæði en svo náttúrulega búið að vera einhver meiðsli á honum og annað slíkt og ég treysti Rúnari Kristins fyrir því að manage því sko. Líka alveg smá samkeppni þarna. Heldur betur. Þú komstu ekki orðið bara þegar þið töpuðu fyrir Kára daginn að þetta væri bara eitt besta liðið sem þið mætt? Jó, þeir voru bara alveg geggjaðir á móti okkur og komur eiginlega á óvart þar sko. Það er eini tapleikurinn í Breiðholtinu eða ekki? Það er eini tapleikurinn í Breiðholtinu sko. Já. Og býttu nú við Hvernig líst þér á stöðuna þína? Hvernig líst mér á þessa? P yfir? Nei, þú ert ekki P yfir, ég er betur þú ert og hjá með þínu stöð en ég segi nú bara djöfull eru áhorfendur okkur segir ég held ég var að fara að spila móti einhverjum gúbum sko. Nei, því miður, þeir voru gúbar sem byrjar að horfa katt og bara að vera sterkar og sterkar sko. Þessi líka hann er búinn að horfa á hann sér lengi sko. Hann hefur tekið ég held að Vök hafi þessi ennþá vakna í svitabæði heima á sér eftir að lenti í þessari vél sko. Minnir að segja eitthvað úrleis Sæþór alltaf heldur neyti Get ég ekki pirrað hann svona? Jú sko, það sem ég held að Steppi gestur svolítið sé stemningin sko. Hann er mikill stemningsmaður og það sem ég teki eftir að þegar Gyrðir Hrafn er líka mjög góð vinur minn í liðinu hvernig skapar þessa hversu mikið vinnur að því að skapa stemningu innan liðsins og hversu stór þáttur er það í velgengninni? Það er risa partur og ég held að strákarnir líka bara eiga sjálfur það algjörlega sko og það var alveg frábær stemming þegar ég kem hana þannig að ég joinaði svona einhvern veginn frábæra liðsheild og svona auðvelt fyrir mig að koma inn og fá trú á BOOM! Sáðu líka hvað hann var lúmskur alltaf hann að tala
og nei, þannig að það var mjög auðvelt einhvern veginn að nú er ég svo aggressífur þetta bara nákvæmlega eins og ég spila sko. Sæður Takk já, þannig að það var rosalega auðvelt og að koma inn einhvern veginn og joina þá stemmingur strákarnir eiga það alveg skuldlust sjálfur sko. Kemur alltaf inn eftir kókinum, Steppa Gísla já, og var með honum já til að byrja með og það var alveg frábær skóli og hann alltaf alveg geggjaði náungi sko. Og mikill skóli fyrir mig að hafa verið með honum. En ef við tökum aðeins sko bara smá, svo ef við allar spurningar þann eftir en sko ein spurning sem ég með sko bara er að svona fyrir þátt á hann að komast, þá var ég sko meistaraflokksferillinn. Já. Hann er heldur skemmtilegur og svona skrautlegur. Hann er skrautlegur. Var þetta bara eitthvað? Eða þú veist, var þetta bara, þú veist, hvað var mesta stemmingin í ykkur liðum eða? Ég það var frábær stemming í IR. Já. Og þar byrjaði svona minn meistaraflokksferill. Fyrir þar, byrjaði meistaraflokksferillinn náttúrulega að fara á lán í Bolungarvík. Já, já. Og það var alveg ótrúlegt sumar og hrikalega gaman, bjóð þar yfir sumarið og það var hrikalega gaman. Svo eftir það þá mætti ég á æfingu og leikni. Bjarki Kvanberg. Þetta er 3-2. Siggi hatar en hann ætlar að taka þessu. Tek þessu. Þessi gæi, ég er ekki að hræða þig, en hann er með 100% skor á móti gestunum okkar. Ok. Þannig að, já, leiktu? Já, herðu. Taka Gunnar Láksson á þetta sko. Já, ég sem sagt fer svo í að æfa með leikni og en var sem sagt byrjaði þá að þjálfa IR og þjálfarinn hjá IR tók það ekki mál þannig að sjá mig vera æfa með leikni. Það var Maggi Mark. Já. Kóngurinn Maggi Mark. Kóngurinn. Þannig að ég fór þá bara á æfum í IR og fór í IR og var þar í 2010 tímabil og það var hrikalega góð stemming það, fullt af minningum sem ég á þaðan. Þið eru tveir stórmeistarar að tefla þarna, þetta er bara ennþá, við erum bara í einhverju Ingi Þór að lesa þetta í bókunum sínum. Er mikil rígur á milli eða? Já, hann er töluverður. En ég held að gömlu IR vinir mínir, þeir halda held ég allir með leikni í dag sko. Vilt þú sjá sameiningu? Já, ég var til það. Já, ég var til það. Það væri held ég bestur alla. Hvor aðstæðan er betri? Er það bara svipað eða? Núna þegar íringarnir fengu höllina til sín að þá er hún lagleg sko. Þeir eru í annarri deild. Þeir eru í annarri deildinni sko. Þannig að það er eiginlega synd sko. Já, ég skilji. En svo einmitt þá meiðist ég þegar ég er og ferillinn eiginlega klárast þar en fer þá á smá flakk bara svona í nærdeildunum og að leika mér en gat nú ekki beitt mér neitt sérstaklega mikið sko. Hvað stöðu spilaður? Ég var miðjumaður sem að fór stundum í bakvörð eða hafsend Þú er líkið við ykkur leikmann? Erfið spurning maður. Eins og Mount, Kanté? Nei, Kanté meira. Á vinstlíðir? Kanté, vinslæðir sko. Vinslæðir mér, herðu, ég þarf ekki að leika ykkur. Hann er basically vast N'Golo Kanté? Já, ég var aggressífur. Svona undir að síðasta. Ég var svona tæknilega góður svona til að byrja með en svo fór ég að einbeita mér að bara tækla og hlaupa sko. En ein EM-umræða í boði þú er góð leikur maður Bjarki Kvanberg. Takk. Let's Bang! go! Herðu! How about it? Bjarki! Þetta er epli á hlaðborði. Hvað finnst þér þau, Bjarki? Þetta er Þessi F5-leikur er held í slagast leikur sem ég sé. Bjarki minn! Þetta 100% skor. Siggi tók á reyktu. Það var þið. En þá er komið að móti í spurningkvöldsins. Hún kemur frá okkur, áður við byrjum á spurningunum. Herðu, þú verður nú að koma með tilkynningar á móti. Já, gjörðu svo vel. Nei, ég ætla að koma inn á hana sko. Ok, hvað Nei, gjörðu svo vel. Þú tekur. Ok. Það er að koma Chess After Dark Derhús. Rétt. Wow.
Já. Og Vá. þú nú mikill derúi maður. Ég vil sjá þeirra miðlinni. En við græjum eina því klárt mál. Já, það er bara heiður að fá að vera með hana. Já. En já, spurning. Mótiv sem sagt getur gift til þeim alls konar gjafur sem þeir geta sérmerkt fyrir ykkur og mjög flott starf sem þeir að gera. Ég var enda að skróla í gegnum vefinu, þetta er bara bæði fyrir fyrirtæki og einstaklinga, bara virkilega flotta gjafur. En þeir vilja vita, ef þú mætti velja þér einn leikmann úr Pepsi-deildinni í liði og einn leikmann ensku deildinni og einn af EM. Ok. Já, og þau bara myndu starta í næsta leik. Já, þú mátt... Það eru 3 leikmenn. Ég tæki að sjálfsögðu serbneska blómið. Ok. Damir? Nei. Ha? Vuk Dimitrijević. Ha? Tilbaka. Það er Skemmtilegt. Ég ætla að tekja Damir eða, Já, því að ég bara sakna Vuk. Já, það er Akkur reynir ekki að fá hann á láni, hann er ekki að spila þetta eins og. Nei, hann verður með hlutverk núna í FH-leginu sem er í smá brekku og hann verður örugglega hluta því að rífa það Ok, til upp brekkuna Það öllu leikmenn Pepsi þá tekur þú Vuk? Já, ég held að. Já, Ég held að hann... Þú myndir ekki vilja að fá eitt Tómas Mikkelsen eða Átna Vil Nei, svona grínlaust, þá held ég að ég þekki hann og hann þekkir okkur og svona miður tímabilið, þá held ég sé mikilvægt að fá eitthvað sem að veit hvað hann er að koma inn í og strákarnir þekkja og ég held að líka bara leikmannahópurinn saknast það mikið að það væri frábært. Úr ensku deildinni þá tæki ég tæki líklega bara Sala því að ég held með Liverpool sko. Já, eðlilega, ég trú ekki að spila þessu Ég tæki Sala því ég held að Þú heldur hann geti gert þetta gott Það er sko einhvern veginn ég held að okkur vantar eitthvað sem að er svona helviti líþal og Hugsar oft svona þegar þú ert að horfa tjóð væri til í eitt Sala Svona grínlaust, það hefur örugglega poppað einhvern tíma Það hefur örugglega poppað Ok, Sala og svo sem eitt leikmann frá EM Þú komið Vuk, þú komið Sala Ég tæki það var eitt sem heillaði mig alveg það er Chiesa hjá Ítalíu hann heillaði mig alveg Chiesa var ríkala flottur Chiesa og Sala á kontunum þá ertu bara með Escobar þetta frammi og það er bara veist það frammi sko. Já, þannig að allir tæki hann ekki bara hann jafnvel Petri frekar heldur en Cristiano Ronaldo hann myndi ekki fungera í þínu leikstíl Nei, það er liðbúmaður það er bara Já, þannig að það er Vuk, það er Sala og það er Chiesa. Já. Þú varst sennilega smá Chiesa sko. Þú varst leikinn og þú varst líka brjálu vinstliðir sko. Já, ég gæti hlaupið. Ég var mikið hlaupari sko. Og elska að hlaupa svolítið þannig að Chiesa heillaði mig það sem ég sá á hann sko. Ég var til að fá hann í Liverpool. Já. Þetta myndi henda okkur dýrvitlaus og svona einhvern veginn direct og power í honum og Þetta er þitt move, ég er alveg búinn að komast að því G6 + G7 A6 G5 + B7 og veistu hvað, Ingi sendi mér setti mynd á grammið daginn Ég er búinn að sverja upp á fjölskyldur mínu, þetta er nákvæmlega saman Þetta er bara nákvæmlega saman Og eins og ég segi, það er eiginlega sama hvað hinn spilar ég er einhvern veginn bara komin inn á þetta Þetta er bara Sigga Höskuld setupið Já Og sko Hvað var þitt lið á þeim? Þegar mótið byrjaði? England að einhverju leyti bara áttu því að svona ég er svo mikill Grealish fanboy sko að mér langaði svo að sjá hann gera hluti sko Ok, en svo spilaði hann ekki neitt þannig að þá svona eiginlega fór að spila svo leiðan bolta ég er svona eiginlega hætt að pæla í þeim sko ég var stítararnir ótrúlega flottir Spánverðarnir svona þegar það var að líða á Tjekkarnir var sem er skemmtilega líka þannig að þetta er svona ég var eiginlega ekki með lið ég er svona einhvern veginn passjónum mitt fyrir að halda með liðum út í heimi það fer svolítið þegar maður er að þjálfa meistaraflokksliðið maður er svo mikið að fókusera á liðið sitt og bara svona allir sólarhringurinn fer í það að hugsa það sko að
einhvern veginn að horfa á Liverpool-leiki og svoleiðis að það Þetta ekki þessi gamla dag? Nei, ég var alveg tjúllaður yfir Liverpool-leiki minni fyrir bara nokkrum árum sko. Já. Það einhvern veginn minnkaði alveg svakalega sko. En einn vingil sem ég var alltaf vilja pæli sko, nú er þú búin að vera þjálfari Pepsi-deildinni núna í bráðum 1 season, þetta útlendingalotto svokallaða. Hvernig eru þið að finna þessa leikmenn og þú veist hversu mörg myndbönd af einhverjum trúðum ferðu á dag, skilur þú veist? Óbúslega mikið. Já, það ekki? Jú, og þetta náttúrulega bara haugur af skilabóðum sem að fær frá einhverjum umhverfismennum út í heimi og ég ætla að segja svona 95% að ég bara djók, eða þú veist? Já, bara algjört grín sko. Já. Þetta það sem að trufla mig við þessa byrjun sem ég geri. Það er þetta millipeð sem að ég að baksa við sko. Og ég ekki ná leiðilega en þetta peð heldur stuðinu endaldi sko. Já, það er nefnilega málið sko. Það er gaman. Og ég yfirleitt klúðra ég þessum skákum á því sko. Og mundu eitt sem ég skal kynna þér, biskupar eru 3,5 stig, riddari 3 stig. Já, ég hef heyrt þig segja þetta í þáttunum og ég actually pæli svolítið í því sko. En auðvitað þarf þannig að kunna nota á sko, en svona ég mundi eftir fremst eru að reyna að halda við sko. Nema á sért að búa til veikleika í hjástöðu anstæðingsi sko. Hann er í basli þessi biskup hjá mig núna sko. Ok, biskup C sem kemur D5. Þú þarft eiginlega núna að leika bara drótt C7 eða eitthvað. Já, það er bara málið. En þá er ég En já, ok, en ég verð að spyrja þegar það er minn uppáhaldsleikmaður í deildinni. Hvernig í anskotanum fenguð þið Andrés Escobar? Það var rauninni bara út á svona YouTube myndbandi. Já, ég var að sjá myndbönd á hann, skoða myndbönd á honum og já, ég var ekkert eðlilega spenntur þegar ég sá þessi vídeo á honum sko, ekkert eðlilega góður sko. Hvaða lið eru að tala um þetta CV? Þetta er einhver alvöru lið. Já, þetta er bara DC United og svo bara hann í Biskup V4. Hann fokkar mér upp hérna. Það var biskupið farinn. Já. Ég hlýt að eiga djúið þetta illa telt maður. Jesús almáttur. Já, ég var bara ofboðslega spenntur fyrir honum því að hann var ekkert eðlilega góður. En það voru svolítið síðan að hann var búinn að spila þannig að við vissum það að hann það myndi taka tíma hann að koma frá Suður Ameríku og hann var ekki í sérstöku standi þegar hann mætti. Nei. En það er aðeins að koma. Já, góður ger. Já, búinn að vera góður í síðustu leikjum góð bliks líka sko. Já, og spilaði bikarleik móti Val sem var svona turning point hjá honum þar sem hann var alveg gjörsamlega geggjaður sko. Og það var svona turning point. Já. Hvað með hinn leikmæðin þarna? Octavio Páez, hann er yngri, óreyndari og en hann er góður. Mér sýnist að vera reyndur í þessari káatæklingunum sem hann tók hann það var skrautlegt og það var smá pistill sem hann fekk eftir það. En það var Ferguson náttúrulega liðbúmaðurinn af hliðina, en það var alveg blástur líka þar. Já, samt svona einhvern veginn hann er ungur og ekki búinn að spila mikið, hann er ekki mikið meistaraflokksbolta, þannig að þetta fór í bankan hjá honum alveg klárlega og hann Jesús, ég ætla bara. En já, hvernig rataði Escobar? Þú varst að segja, sorry. Hvernig rataði ég á hann? Já, það var í rauninni bara umboðsmaður sem sendi hann á mig og ég sagði að ég hef klárlega áhugað þessum gæja. Þetta er bara langbesti gaur sem ég hef fengið sendur og hann sagði þetta gæti alveg gæst en mér finnst það mjög ólíklegt og það tók alveg 2 mánuði eða eitthvað. Var það nafni sem heillaði þig líka? Já, verðum ekki að segja það er ekki svona algjör þvælur nafn sko, en Svo er útlít ekkert að blekkja sko, þú trúið í alveg að hann heitir þetta þegar þú segir útlít á hann. Nákvæmlega málið sko, en hann var
en svo leiði smá tími og það var aldrei sens og svo allt í einu poppaði þetta upp bara rétt fyrir þannig séð fyrir mót og þá vorum við bara spenntir og ég talaði við hann og umboðsmanninn og við lögðum þetta upp og bara hann virðist vera að komast í gang og hann samti bara út tímabilið, það ekki? Jú, bara út tímabilið og sjáum hvað hann að skila okkur í endarspretunum. Já. Og hann bara launasæli, hann ekkert verktaki á okkur, það? Hann borga svar. Já, þetta slátrun sem eiga sér stað. En já, ég spyr nú verktaka vegna þess að Payday eru með okkur í liði. Já. Og þeir elska ekkert meira en að hjálpa verktökum. Þeir elska ekkert meira en að hjálpa verktökum. Okay. Og já, þeir bara gera verktökum og einyrkjum, litlu fyrirtækjum lífið einfaldara. Sem sagt, sjá bara bókhaldi alveg. Og að stansa virkilega vel. Já. Og við erum þeim þakkláttir fyrir stuðninginn. En nú komin tími á spurningar frá gestum. Þetta alvöru spurningar. Spenntur er ég. Já. Ég búinn að síja nokkuð mikið út, sko, en ég samt, sko, á sumt þarna sem að ég spyr hana eftir þátt, en já, leiður góða hett. Guðmundur Aðarsteinn byrjaði á fallbissu, sko. Nú varst þú ekki best... Hann kemur pilla strax í fyrstu setningu. Já, hún kemur hérna. Nú varst þú ekki besti leikmaður í heimi. Hvaða ráð myndir gefa öðrum einstaklingum sem vilja ná langt í þjálfun, en náðu ekki langt sem leikmenn? Já, þetta alveg góð spurning, sko. Já, kemur á skemmtilega punkt. Já, það í rauninni bara, ég sé enga tengingu milli því að vera góður leikmaður og góður þjálfari, því að eins og fyrir mig að koma inn, ég búinn að þjálfa það mikið og það lengi að það hjálpaði mér svakalega mikið að vera búinn að vera út á velli mikið, þannig að bara þjálfa eins mikið og þú getur, þar að segja taka bara öllum verkefnum sem góðum verkefnum, þar að segja vera tilbúin að leggja bara alveg óbáslega mikið á sig og taka engu verkefni sem lélegu verkefni eða heldur nýta það sem reynslu, tilbúin að taka þú getur lært af öllum, skilur, ég get farið á 7. flokksæfingu og lært af 7. flokksþjálfara hvað hann að gera og einhvern veginn, já, eins og ég segi, bara þjálfa og já, þetta svolítið þannig og vera tilbúin bara að hlusta og læra og skoða og spekulera og svo kemur breykið þitt, skilur, í einhverju starra og En finnst þú ekki að meira sanna þegar þú ert ekki prúven leikmaður? Þú veist, mér finnst rosalega oft til dæmis eins og við leifur úr Chelsea-menn, sko, bara eins og með Frank að þú veist, leikmenn fá oft meiri afslátt, þú veist, þeir sem eru fyrrum legends, skilur við. Þú veist, finnst þú ekki þurfa að hafa meira sanna þegar þú kannski bara, já, þegar fáið þekkja það sem fótboltamann, þú veist líka? Nei, ég finn það ekki, sko. En ég skil pælinguna út af það að þú ert með eitthvað rep sem leikmaður og þeir, hann hefur gert allt áður og veit hvað hann er að tala um, sko. Búin að vera hjá þjálfurum sem eru geggjaðir og hann er mögulega að taka eitthvað frá þeim og annars slíkt. Ít að playa þarna? Já. En mér hefur ekki fundist það að hafa áhrif á minn feril, sko. Já. En það mögulega, sko, það sem að ég hef þá framverið þá sem að koma inn sem bara leikmenn, að þeir eru mögulega ekki búin að þjálfa neitt. Já. Og búin að vera lítið út á velli. Þannig að ég græði mikið á því og finn það að ég græði mikið á því að hafa verið út á velli og farið meiri tíma til að þróa þinn kannski. Já, bara svona, já, það er bara ekkert hlaupið að því
að vera þjálfari og ég held að líka bara leikmenn sem að þjálfari sem að voru leikmenn og hafa ekki þjálfað yngri flokka og annars slíkt að þeir svona það tekur alveg smá tíma að læra inn að að vera þjálfari og manna þessi leikmenn og svoleiðis sko. Já, þessi orð eru först í haustum á mér að því að Óskar Hrafn var að þjálfa mig í öðru flokki fyrir svolítið síðan og hann talaði bara hvað hann var feginn að fá að prófa sig hans á okkur sko því hann sagði bara ef ég hef verið meistaraflokk þarna ég kunni ekki neitt. Nei, akkurat. Og algjörlega málið sko. Þannig að það telur held ég miklu meira að hafa verið að vera búin að þjálfa mikið og lengi heldur en að hafa verið leikmaður. Það er mín skoðun sko. Já. Ok, þá spyr Hjörvar Steinn, stórmeistari. Jesús Kristur. Og keppandi. Hjörvar Steinn verður ekki stoltur af þessum hróku bí á það leik. Ég get alltaf að... Þetta var agalega. Leifur, við verðum að taka smá... Hjörvar Steinn núna að keppa heimsbikarmótinu. Heimsbikarmótinu í Sochi, algjörlega. Og að keppa móti Hvítrússa með 2500 stig, hann á að vinna hann, það er 1-1 þegar að fara í bráðabann á morgun í Hatskap. Það verður sjónvarp sko. Við erum að reyna að fá það í gegn að Coolbet sé að stuðla þetta. Það kemur í ljós í fyrirmáli hvað það kom. Meldingum þar sko. En ég mæli með að allir horfa á þetta, þetta er ógeðslega spennandi og bara risastórt að við séum loksins með Íslendinga að keppa á heimsbikarmótinu. Já, hann líka að keppa með ekki minni spámönnum en Magnús Carlsen og öllum þessum helstu sko. Nei, þetta er bara risadæmi. Já. Það er, og líka, sko, mér finnst sjálfum dreflegilegt að horfa á 1 og 1 tíma skákir, já, ég sagði það er hundlegilegt sko. En gaman að segja fyrir því sko, náttúrulega maðurinn sem að satt senast í stól var Hjörvar Steinn og þá er náttúrulega bara, það var bara einn maður sem kom til greina eftir það var Siggi Höskulds. Já, klart. Já. Svoleiðis. Já, en það er eins og við segjum, það er tækifæri á morgun til þess að horfa okkar fremsta mann keppa á órasviðinu í styttri tímamörkum. Það er mikill katvinur, hún kom eitthvað 3 svar. Já, klart. Og hann er með spurningu og gæst kvöldsins. Hann spyr. Já. Hann hafði tíma til þess. Ok. Í miðjum stúderingum. Hver eru langtíma markmiðin með Leikni? Og aftur er hún góð. Já. Langtímamarkmiðin er að hann gefur mig þennan. En er hann að Er þú komið hrók og kall eftir aðeins? Langtímamarkmiðin eru að til að byrja með að náttúrulega verður hann að gefa mig annan kall. Let's go. Það er að stabilisera liðið í Pepsi-deild, stækka félagið þannig að við getum að þetta sé ekki bara upp og niður deild alltaf. Nei, eða beint niður, þú skiljið mig. Já. Þannig og svo já, reyna einhvern veginn að stækka Guð minn almáttugur hvað ég vil þessu og svo náttúrulega að já, stækka já, bara gera félagið að stabiliseru Pepsi-deildarliðið og stækka yngri flokkana það verður að fylgja með og búa til einhvers konar góðan þjálfara kultúr og Jesús Kristur skiljið mig, þannig að þetta helst alltaf heldur og til þess að verða alvöru klúbbur að þá þurfum við að gera betur á því sviði líka. Hver eru skref sem við getum tekið átt af því að stækka til dæmis unglingastarfi? Fjölga iðkendum, þannig að þetta er mjög fámennur klúbbur og það Gleypa í hér? Já, ég meina stórt skref væri að sameina þessa 2 klúbbar sko. Já. Það er alveg klárt, af hverju setja ég ekki bara hrókin hérna? Jesús, almáttur. Ja, þetta er búið. Já, flott. En já, ok. Dró. Já, og við erum svona að leitast eftir því að fá smá innspendingu í það og að stækka klúbbinn en best verður náttúrulega bara samanast í hér og hafa þetta bara eitt stórt breiðastlið sem stórveldi. Sögufrægt stórveldi, já, klárt.
hvað er erfitt að tefla og svara spurningum, ég veit það er það. alveg Ég svaðalegt sko. Ég veit. Það er eitthvað Þetta er geggjað. En þá, hann spyr kóngurinn Hann er með 2 spurningar, kóngurinn. Hvað heitir kóngurinn á Domus Nova og manstu eftir honum sem leikmanni? Mátt gíska hver kom með þessa. Já, það er Elnor Male Já, rétt. og ég hef heyrt sögur á hann sem leikmanni og hann var vist alveg geggjaður en flott sig ekki. Á hann að hafa verið góður eða? Já, svaðalegu markaskorari og hann var vist svolítið svona á læti hún. Já, það? Já, mér heyrist það á öllum. Það verið svolítið læti honum eins og er brennandi dag í dag sko. Algjör toppmaður. Já. Birkir, þú átti nú nokkuð hlýorði í garð Domus Nova. Já, ég er náttúrulega bara að nýta með verðmöndið þeirra vilja vekk sko. Já, gerði það sko. Þú notaði 2 nú þegar sko eftir að byrja að stekja þáttinn sko. Já. Enda eru þið frí. Og það er frítt einu sinni í mánuði, það er nú meiri vislan sem það er. Veistu hvað, mér langar núna að setja íbúðinu mín á sölu bara svo að Domus Nova ekki og svo bara fer ég á eitthvað hótel sko. Þú veist, það skellir lagi að það leiði banka sko. Það eru eiginlega klár með kauptilbúið aðra íbúið og ætlar að setja hana hjá þeim sko. Já, en það Domus Nova sömdi bara við okkur til 1 mánaðar, þannig að ég ákvað bara að loka díli með að fá bara kónginn Sigga Höskulds. Já, En já, það er mikið undir. Kann Elnor Male hvað er skák? Við þurfum eiginlega að komast að því. Ég svona kemur ekki óvart, þannig að það er kóngur. Já, ég held að það sé svona lúmskur. Já, lúmskur, já, eins og Arnar Gunnlaugs. Já, eins og Arnar Gunnlaugs. Nei, ég geti trúið að hann væri svona, þú veist, væri ekki mikið á bókina en hann svona lumar á tryggsum sko. Biskupi. Nei, biskupi. En Óskar Már spyr svolítið í kjölfarið á Hjörvar-spurningunni. Og hver væri kóngurinn, já. Nei, ekki þannig. Jó, í raun og veru það má alveg tekið þetta saman þar. Hversu raunhæft er að horfa í að gera Leikni að topp 5 klúbbi næstu 3 árin? Hversu raunhæft? Það er að mikil vinna. Já. Og það er alveg séns, klárlega, en það sem þarf til er bara hvað að segja já, svakaleg vinna og við þurfum að fá við þurfum svona að stækka allt, við þurfum svona að efla yngri flokkana, ganga vel að Domus Nova áfram. Já, það er náttúrulega algjörleikil sko. En já, eins og segja, það svona hluta að ég er einhvern veginn að stækka allt batterið og En hefur þá, ef ég er að skilja rétt, og hefur svona áhyggjur af sko að nýliðurinn verði eða þú veist ekki nægilega mikil að þú veist ef að yngri flokkarnir halda svona þá verður erfitt að búa allt til nýtt og nýtt lið ef það er ekki neitt að koma upp. Já, það bara leið hún er að stækka allt starfið að þá koma náttúrulega meiri peningar og það er náttúrulega rosalega stór partur af þessu að það eru peningar. Er þetta glórlaust eða? Nei, og það er eitt ég glemt að segja, þú ert að keppa móti Íslandsmeistara barnanúna sem er í landsliðinu, hann er með 2200 stig. Bindið Brím markastjóri. Það hljómar ekki alveg nú vel. En já, en það ég ætla ekki að stressa þið upp sko en og þú talaði það að með stærri klúbb fylgja stærri peningar. Hvernig er rekstramódelið hjá félögum í dag í Pepsi-deildinni? Hvað koma peningarnir svona almennt? Ég veit, hversu mikið byggir þetta á dyggum bara velefnuðum mönnum út í bæ sem eru bara að segja hei, við erum kjarta svona í káir núna. Og hversu mikið er þetta frá úling, hvað koma peningarnir? Hvernig er tekið módelið? Ég held að þetta sé mikið í styrkjum, mikið bara, þetta er rosalega mikið þar og það náttúrulega hefur dregið saman alveg svakalega í því út af COVID og því helviti sko. Þannig að
ég held að það sé algjör lykill að við að fá Þessi var laglegur. góður Já, maður, þessi var flottur. Já, ég Benedikt. sá þennan ekki Nei. tjúvill var þetta vel gert Já, þetta var taktík. tjúvill var þetta vel gert En já, ég bara þarf að klappa fyrir þessu sko, þetta var drullu vel gert sko. já, hann er landsliðsmaður sko. Kann sitt. Hann líka ákveðt smarkmaður. Já, bjóðum hún í jættabli Ef ég þekki rétt að tekur hann því. Nei, vel gert Gott hjá Benedikt, mjög vel vel gert ég held ég væri með fína stöðu hann Já, þú varst það sinni spil sko. En Arnar Mark aftur, tökum hann núna. En hver er þá, spyr Elva Geir, fyrirmyndið inn í þjálfun? Fyrirmyndirnar, svona? Sko ég er alveg með nokkra fyrirmyndir hérna heima Ok. og Óskar Hrafn er að mörgleiti fyrirmyndi mín hvað var þar leikstíl og hugmyndafræði Já. ég er mjög hrifinn af já, bara mjög mörgum á Íslandi Heimi Guðjóns og mér finnst Arnar Gunnlaugs geggjaður þannig að það eru svona það helstu hérna úti er ég náttúrulega rosalegur kloppmaður finnst hann geggjaður já, ég ætla bara að hengja mig á það klopp og svo þessir kallar hérna heima sko. Og þess að heldur virkilega skemmtilegur mig að vera að berast við þessi kallar sko. Já, það er gaman að berast við fyrirmyndirnar sko. Já, það var gaman sem Arnar kom inn á þegar hann var hérna hjá okkur fyrir 2 vikum síðan þegar hann var að tala að fyrst sem hann pælir alltaf í hvers konar þjálfara hann var að mæta. Já. Tengdur við þetta? Mjög góð pæling. Já, ég hafði kannski ekki pælt í þessu eins djúpt og hann greinilega en ég var alveg búinn að pæla í þessu og hann var búinn að nefna þetta við mig þegar ég hitt hann um daginn að þetta væri svona það sem hann var að sko, þetta virkilega góð pæling og ég held að sé eitthvað sem að klálega sem þjálfur út í heimi séu að pæla mikið í já. og grand skoða þjálfara típuna sem þeir eru að mæta Já. alveg klálega. Hvað ertu með mörg leikkerfi í umferð? Og hvað ertu mikið að rótera þeim? Kannski til dæmis í leik eða gengur ekki kannski í uppleggi? Ég er ekki mikið að rótera í miðjum leik ég gera það í hálfleik þar sem ég get, þú veist út því ég er oft hræddur við að gera það í miðjum leik að skilabóðin komist ekki nógu vel til skila en við erum sko við róturum alveg vel á milli kerfa en leikstíllinn per se er breytist ekki mikið og í rauninni þessar tactics sem við erum að spila að þær eru mjög svipaðar að mörgu leyti. En hvernig hefur þið verið að koma út í sumar til dæmis bara tölfræðilega séð XG og svo framvegis, eitthvað sem margir er að pæla núna? Við erum ekkert sérstaklega hári í XG sem er hérna kannski smá ágefni? Smá kannski ekki ágefni, bara svona pínu vonbrigði en ekki það, ég pæli lítið í XG-inu. Veistu eins og expected points, eru þið þá overperformað, underperformað eða bara cirka pari eða? Ég held við séum mögulega aðeins að overperforma í því. Já. En ég er ekki mikið að pæla í því. Nei, eðlilega ekki, kannski skellir hæðan mid-table. Já, líka bara út af því að mér finnst bara greiningin á XG að mörgu leyti stundum alveg glórulaus. Að því við verðum líka að pæla í einu sko er að auðvitað náttúrulega ef þú ert að vinna kannski eitthvað leik þá ertu, þú veist, þetta er þó þetta sé falleg hugmyndafræði en ég man ekki hvað ég hlusta held í mörg podcast sko, ég man ekki hvað podcast ég var hlusta daginn sem voru að tala að það sem einhver kvóta að þið væri mesta one man's team á landinu og þá líklega verið að vitni í Sævar Atla Magnússon
vísar því til föðurhúsuna? Já, klárlega Þú skilur kannski af hverju það talað um það? 100% og ég myndi örugglega segja að þetta lið væri það ef ég væri að mæta þeim sko, mæta okkur en hérna krúsa leikur coming up þannig að ég get ekki alveg Nei, alltaf, ég get alveg slakað á þetta það sé ekki bara ágætur Sko, það er eitt að segja þér hérna bara að þú fer alltaf með biskupið á B7 og hann svo Leifur gerði mótið hérna fyrir þátt og hann lokaði bara biskupin og þú endar á að biskupin sé eins og eitthvað lélegt peð þess vegna er ég svona að reyna að opna fyrir hann núna sko Já, en í staðin fyrir að eyða óslega mjög tempóum í að þá kannski bara slepp honum ekki kannski slepp honum en svona bíða með hann ekki vera svona rosalega harður á þetta setupið sko þó ég elski það þetta er veikleiki þetta er veikleiki sko. Þetta er veikleiki hjá mér sko, klárlega fastur í þínu hugmyndafræði já Herru, sko. komdu með það, Siggi komdu með það bara ha? Búm Thank you Thank you Andri Freyr framar í Fjölnis spyr Ef þú reyta fram mér það, by the way Já, hann er einmitt sko Ég segi bara, skoðu statsinn, það er eins og ég segi, takk Hann er mikið inni á tímabili, getum orðað þannig Laði upp í síðasta leik Hann spyr, framtíðar áform í þjálfun Ertu með einhver svona langtíma 5-10 ára Áður en ég spyrja þessu Ertu markmiða miðaður? Nýtur þér markmiðasetningu, eitthvað almennt? Að vissu leyti, já Að vissu leyti, en ég er ekki svona ég held ég geti gert mikið betur í því en herru, ég er að falla á tíma maður, ég þarf að hugsa rætt nú Er þetta 3-2 eða 0? Ekki hugmynd Sjá, þetta er 0, ok Þetta er 0, Ok, það er smá slaka núna spurningunum Nei, það er drottning Er þetta Jónati Bæ, Leifur, eða er þetta Challenger? Hver þá? Sem er á móti? Þetta er bara Johnny Bæ. kláraði sko, held ég sem Jón vinn minn. Þetta er Jón vinniðinn. Hvað er með það? Eitthvað bara. Er ég að klúra þessu hérna? Hvað ertu með? Já, trú, já, þú átt að vinna þetta bara máta, sko. Já, flótur. Já. Sigur. Já. Laglegt. 24 sekúndur eftir að klukkunni. Þetta er að detta. Þetta er að detta. Ég er bara ógeðslega líklegur að verða og bráður einhvern veginn og En Leifur, Sigga er náttúrulega bara nú þegar búið að takast það sem engum öðru gesti tókst. Vinna Kambergin. Rétt. En næri hann að vinna þennan. Það hefur enginn lagt Kambergin að velli að þennan hvað. Nei. Herðu, fuck off. Fljótur kall. Hvað er að gera? Herðu! Það var heimskulegur. Ok, já. Ok. 15 sekúndur eftir að klukkunni. Gott með það. Þetta er bara mátt. Hann geti ekki gert neitt. Nei, fuck. Já. Nei, það. Nei, þetta er Býtu. Nei. Shittur inn. Ég vissi ég myndi klúður þess. Nei. Djúvillar þetta ljótt. Klúðra þessu maður, anskotin. Já, takk. Já. Herru. Það voru spurningarna maður. Þú tvær, það sem eftir er. Ég hef alltaf sagt það, við erum að gera eitthvað rétt eða menn að falla hérna á spurningunum. Nei. En já, við vorum í framtíðaráformum í þjálfum og markmiðum. Já, það þýðir eitthvað. Já, varstu með markmiðið að vinna þessu Markmiðið var að komast í meistaraflokksþjálfun sem fyrst. Gerðist það fyrir það bjóst við? Með hvernig þetta var að ganga
fram að því var komin hann var búinn að vera inn í Stjörnunni í 4. árið þegar ég hætti þar. Fer þá inn í Leikni sem var bara þvílíkt gæfu spor fyrir mig, fara þar inn sem aðstæðarþjálfari með Fúsa sem var þá með liði. Og eftir það hefur þetta bara verið mjög jákvætt og en framtíðarplönin eru að gera ennþá betur með Leikni og ég svo sem ekkert þannig sé búinn að hugsa eitthvað mikið fram í tíman en ég er mjög spenntur fyrir að þjálfa erlendis seinna meir og það er alveg 100% planið og 100% planið er að þetta verði bara minn starfsferill, það verði þjálfunin alveg klárt. Starfar núna bara sem 100% þjálfari, er þetta ekki fullt starf eða? Jú, þetta er fullt starf, ég er yfirþjálfari hérna líka og til að stækka aðeins. Og það er ekki harður á Gústi Gylfa? Sem er bara, mætir hann það? Nei, það fer svo mikil tími í þetta og þetta er svo stór hluti af deginum, bara þetta meistaraflokksliðið að... Svo ert að hugsa þetta líka þó sért ekki í vinnunni, eða þú veist, er það ekki? Já, bara kjörsanlega allan sólhringinn. Ég á ekki hobby, sko, nema bara tefli í símanum, sko. Hvað er miklu tíma í að horfa á og klippa klippur? Óbúslega mikið og maður reyða tíma í alls konar vitleysu þegar maður er að skoða þessa leiki og reyna að finna einhverja dítela og sem eru og svo ertu maður að klippa 100 klippur úr einhvern leik en sýnir leikmannunum kannski í 3 ára eða eitthvað og maður reyna að flækja þetta ekki of mikið fyrir leikmannunum, þú ert kannski að hugsa þetta óbúslega djúpt og óbúslega einhvern sem þú ert aldrei að fara að geta komið frá þér sko til leikmannana og reynir að hafa þetta eins einfalt og getur en samt að reyna að fara alltaf dýpra og dýpra einhvern veginn þannig að jú alveg endalaust af klukkutímum sko. En eitt punktur sem ég verið að koma inn á hvernig þið komist upp í fyrra? Ég á marga vini sem eru framarar þeir hringja en það með greinandi Eru skemmtilegar í dag? Það er bara svona samt í fyrst deild sko. Já, það er gaman að vinna alla leiki, allar enginn veistu hvað þeir segja? Það er að vinna alla leiki í Pepsi það er bara hálfur en þið komist upp á markatölu þegar ekki voru þið fremst í hversu langt gengu þið í COVID leikþáttunum til að komast upp? Við bara ekki neitt held ég held að það hafi verið einhvern veginn tekið allt út úr samhengi og svoleiðis en það var náttúrulega einhverjir leiknismenn sem voru að segja eitthvað á Twitter og eitthvað þannig en blása þetta af en þetta var komið á Þið hefðu komist upp hvað sem er, eða ekki? Ja, 100%. Ja, 100%? Það var þetta bara útrætt. Það er bara þannig. Og ég meina, mér fannst við besta liðið og vorum búin og vorum á þvílíku rönni þegar þetta var fljótt af. Já, einmitt. Það var bara verðskuldað held ég. Já, en tíminn hann flýgur þegar það er gaman. Sko, mér langar að koma inn á tvennt. Við hefum nokkrar spurningar eftir, en svo er líka fitnessport sem eru með okkur liði. Já. Eru heldur betur að gera gott mót. Birkir, hvernig lífið hjá þér þessa dagana? Ég fengi mikið hrós eftir seinasta þátt. Þannig að ég nefndi aðeins testabústerinn. Já. Hann hefur ekkert svikið mig frekar fyrir daginn. Það var reyndar, sko, það var sýnt, sko, ég fekk kvartanir frá mönnum upp í fitnessport. Ég verð að leiðrétta það að þið fáið ekki testabúster upp í fitnessport, sko. Hann virkar ekki, sko. Menn heldur að virkaði bara skerrifrjókun, sko. Já, þeir fengu síntal eftir síntal. Já, ég veit það. Kallandi eftir gerðfrjókun, já. En hann virkar. Já, en að því sögðu þá virkar hann mjög vel, sko. Já. Ég er mikið að vinna með ripperinn. Mér finnst það geggjaður. Ég er með kreatín og prótín frá þeim. Já. Búinn að bæta mig í 4 kílóum í sumar. Mjög ánægður með það. Já. Þannig að ég þakka þeim bara kærlega fyrir. Samþykkt þetta. 2100, já. Siggi, hefur þú einhvern veginn verið í líkamsrættinni? Heldur betur. Já. Já, tók þátt í fitness einu sinni. Nei? Jó. Hæ? Já, ég er búinn að vera líkamsrætt mikið, sko. Náttúrulega verið einkaþjálfari og fitnessþjálfari og annað, þannig að Það er ótrúlega fitnessport sé að styrkja skák þátt, sko. Það er bara magnað, sko. Geggjað, sko.
Það er ekkert styrrandi að fljúa þeim, sko. Nú sé ég bara eftir að hafa ekki graðið upp einhverja góða fitnessmynd á hann. Fitnessmyndaðir, já. Siggi sendur okkur kannski eftir það. Mjög ólíklegt. Já. Ok, nú veit ég hvað þú viti eftir, en ég held að hann sé herm eftir þér. Já. Það er þetta Benedikt aftur með, já, ok. Hann er rosalur. Djöfustælar í honum, sko. Já, hann er við, sko. Ok, hugsaði, hvernig getur unnið að með hann heldur áfram með herm eftir þér? Rikki samt í jafntefli við hann af því að hann hermdi eftir honum í einhverja 30-40 leiki og Rikki sagði ég ger jafntefli í Íslandsmeistara. Það var ekki. Sko, menn eru beittir í kvöld af því að Kristofur Orri Pétursson spyr. Þetta er rosalega, þú voru að lesa þetta líka. Já, ég lesi þetta allt saman eins og þetta leggur sig. Annarflokksleikur Stjarnan Grótta árið 2018. 3-0 í hálfleik fyrir Gróttu. Stjarnan jafnar 3-3 í seinni. Grótta vinnur í framlengingu. Þú varst ekki sáttur spurningamerki. Já, Vító. Já, hann segir framlenginguna. Var Siggi Höskulds sáttur spurningamerki? Nei, vægast þetta ekki. Nei. Það var mesta svindl sem ég hef orðið vitna á fótboltavelli. Nú? Já. Ég gerum vegna sem senda. Það var einn kóngur sem var að dæma leikinn sem var ég verð helst ekki nefna nafn. Nei, algjörlega. Hann er ekki líf í dag. Já, ég endaði með rautt spjald þarna þetta er bara eitthvað steypu skák. Hann er ennþá að herma. Hann getur ekki hæmt eftir mig núna. Hann getur ekki hæmt eftir mig núna. Helvítis. Hvað gerir við núna? Já, hann hermir áfram núna. Já, það var ekki skemmtilegu dagur og ok. Og já, ég fór aðeins fram á mér í látunum. Já. Og bara gaman að því. Var Dóri Árna með þér að þjálfa þarna? Hann var að þjálfa Gróttuna. Já, hann var að þjálfa Gróttuna, sko. Og ég vil eitthvað Þetta er nefnilega skrítið að tala um þessu, sko. Okay. Þetta er ekki tótið sálrænt. Já, mjög sálrænt. Ég er alveg að vera geðveikur núna, sko. Ok, hann gerir Þú getur ekki leyft þér að komast upp með þetta. Nei, en ég veit ekki alveg hvernig ég á að bregðast við þessu. Ég tek hennan hérna. En það væri nú ekki mikið fyrir skák ef einhver geti bara alltaf hermt eftir. Þessu maglaði geti hermt svona samt. Það er ótrúlegt. En já, þannig að þú hefur alveg verið hressari eftir þann leik. Já, ég held að það sé það reiðasta sem ég hef verið nokkuð tímann. Þetta er geggjað. Herðu, ok. Hversu langt fer að með þetta? En hvað er að glaðast sem þú hefur verið á ferlinum? Stærsta stund? Á ferlinum? Já. Ætli það hafi ekki verið bara þegar við fórum upp, sko. Já. Það var Myndu það var satt að, varst ekki bara heim í stofu þá? Já, það var svona Nei, við vorum á æfingu. Við vorum á æfingu. Já, það var alveg geggjað, sko. Já. Herðu, ég er svona alveg að nálgast pirringin á Gróttuvöllurum. Núna. Hann er satt 14 ára, sko, viljum ekki gefa það rautt í dag, sko. Nei, gleymi ekki, þetta minnir mig svo á þegar Rikki var hérna, sko, og ég er að fá alveg flashbacka, þetta er nákvæmlega eins, sko. Já. Og Rikki var ekki, ég er ekki í jafntefli, ég segi, hann er að herma eftir, hann segi, 14 ára gæði þetta að pakka mig saman. Ég segi, nákvæmlega staðan, sko. En ok, Nú ætlum við að taka hann. Við erum í ansi álitlegri stöðu núna, sko. Já, þú ert náttúrulega með unnið, sko. Já. Er það ekki? Jú. Nú held ég að byrja að reyna á sig, sko. Ok. Sýnist að hann hættur að herma. Hann hættur að vinnast, sko. Þú getur labbað hérna út í kvöld, sagst að vinna Íslandsmeistara og tekið gæja sem var með 100% skor fyrir kvöldi í kvöld. Já. Við gerum það. Þannig að saman hvernig gengum með leikni þá er þetta líklega hábandi sumarsins, sko. Við gerum það. Já, drepa niður öll tempó. Að sjá. En þú verður samt einhvern veginn að býður jafntefli. Hann býður jafntefli. Hann er brattur, maður. Nei, Nei, ég er að segja, þú segir nei við jafntefli. Já, klárt. En það sóknar þingandi skákmaður. Já, mjög. Sko, ég hef alveg Þetta er þetta alvöru senur hérna. Já, þetta er það, sko.
Ég verða Veistu hvernig staðið er? Það er 0-0, 8.50 Já, og þetta ákvæðið. Ætlar að taka punktinn, ætlar að reyna við 3 stig. er ég að fókus upp núna Hann þarf að gera núna Já, Ég verð að taka þetta ok. Er það ekki? Jú. Nei Jú. Takk. Já. Býtu, hvað gera núna? Akkurat Það lítur vel út. Come on your boysin. Bensi, ég kom með nafn á þessa klippu. Siggi Höskulds leikur Íslandsmeistari á Reykjana. Já. Ekki hefur núna. Rættur að Bensi ít að delete eftir þetta sko. Já, Siggi er ekki verið að Bensi er ekki verið að klippa þessa klippu sko. Nei. Það er nokkuð klárt. Já. Guður. Já. Já, þetta er huggulegt. Nei, alltaf ekki. Já. Hann fór sjóferð svo. Nú ætlum ég bara alltaf að spyrja þig. Við 50 sekúndur. Þetta er jafntefli. Það er þetta bröðu beitt. Er Sverrir Steinn hraðasti hafsend sem þú hefur haft í þínum röð? Nei, Nei. En hver hann er það ekki Sverrir Steinn bótið Kemur á Sverrir Steinn. Það er kóngurinn Það er eitt svo skemmtilegast sem ég þjálfa Það er Ekki, klárt, já. jú, Já. það er kóngurinn Hvenær þjálfaði hann? Það var í IR, Já. Valplöki og hérna skemmtilegur hafsend En ekki svo hraðasti. Ekki svo hraðasti Nei. en hann var geggjaður Arnar Gunnlaugs kemur spurningu sem ég var líka hef svolítið velt fyrir mér af því að þetta er sérstakt. Getur sagt okkur aðeins frá þessu unique team spirit hjá Leikni? En það er einhver stemning þarna. Já, Hún Það er nefnir alveg það fyrir sérstakt. þættinum að þú kannski smá lappar inn í þetta. ég labbaði svolítið inn í það og hérna strákar sem hefur spilað lengi saman og við höfum í rauninni í öllu svona recruitment höfum við vandað okkur rosalega vel að fá inn leikmenn sem að passa inn í spiriti sem er í klefanum Eru smá trallarar. eru smá trálar en það er semst sko ég finn ekki fyrir eins og að sé eitthvað svona djamstemming eða að menn séu alltaf eitthvað að djamma saman Nei, eða eitthvað svoleiðis, nei. alls ekki heldur svona bara einhvern veginn sameiginlegt einhvern veginn með strákunum þeir eru bæði alveg ótrúlega svona bara skemmtilegir strákar fattiði mig og gaman að vera í Leikni Já. og það er hugsað ótrúlega vel leikmennina Hvernig er umgjörðin? umgjörun er bara að mörguleiti frábær alltaf hægt að gera betur en einhvern veginn það er rosalega vel hugsað leikmenn og hérna það sagði allir fá greitt á reyndum tíma og annars Já. þetta sem er hjút sko Já. og Leiknir er bara þægt fyrir það að fara ekki fram á sér peningalega og Ég get alveg vott að vera það þegar ég hitti Ósa unna alltaf fyrsta hvers mánu, alltaf skellilegandi í þetta. en greinandi um hátíðina og já, opnaði bankabókina. og ég held að það sé hérna og það er bara markmið svona klúbsins að skulda aldrei neinu neitt eða svoleiðis og það hjálpar alveg svakalega að þjálfarnir þurfi ekki að vera að pæla í því einhvern svona utanakomandi pirring hjá leikmönnum að vera ekki með að hafa borgað og eitthvað svoleiðis. En ef við grípum þann punkt sem Óskar segir sko með topp 5 klúbbur á næstu 3 árum, kannski doldi svona, ok, mjög svona mjög hátt markmið, en ef við tökum það aftur inn sko talað umgjörna, hvað þarf að breytast í umgjörni hjá Leikni og þá, veistu, við erum búin að tala stækka yngri flokkana og svo framvegis, en við tölum bara umgjörna per se, hvað myndir vilja, þú veist, til þess að þú geti bara nánast til þess að þú hefur yfir engu að kvarta við þurfum að bæta í til dæmis bara aðstöðu við þurfum að bæta í mannskap þar að segja ég var bara styrktarþjálfari liðsins líka í vetur og svolítið mikil vinna á mér og Hlyn og Val þar að segja aðstæðan okkar fyrir alla líkamlega þjálfun hún einskóla svolítið að sko World Class sem við hliðin á það var náttúrulega lokað í COVID-inu og þannig að við vorum svolítið bara inn í klefa að lyfta bjöllum og svoleiðis þannig að einhvern veginn að stækka aðstöðuna að vera með líkamsrækt
líka satt að stöð eða herbyggi til þess að gera það á æfingarsvæðinu, það væri risa. Og fá inn einhvern sem getur einblínt á líkamlega þáttinn, ekki það að ég þurfa að vera einhvern veginn með liðið og það einhvern veginn að fá sömu rödd sem að segja að drullast til að lyfta 100 kílóum og líka svo að segja hann að hlaupa út á velli og líka að segja hann að hann sé að gera villu í taktík, að það myndi gera mjög stort fyrir okkur, þannig að svona einhvern veginn að stækka klúbbinn þannig væri mjög stort. Og nýta okkur þessa tækni sem er komin í dag. Við fengum GPS-vesti bara rétt fyrir mót, það hefur verið geggjað að vera með það aðeins fyrir, en við vorum alltaf að bíða eftir að fá vesti og þannig það Já, ég heyrði reyndar að Escobar hefði verið eitthvað með vassjónunum þeirri sendingu sko. Já, hann myndi ekki hafa mælinn á sér sko. Nei, kannski lét hann aðeins tefja þá í mánuð. Það var með einhverja baróna í því sko. Í hvaða deild væri Leiknir án Domus Nova kóngsins Normale, spyr Mækar. Við varum í Pepsdeild því að Úff, já. En þú mátt í það. En við værum ekki eins velstaddir. Nei. Það er klart. Uppáhalds kvikmynd fyrir utan, og þetta er hástafir, Con Air, spyr Viðar Kjartansson. Uppáhaldsmyndi mín er Snats. Vil þú sé hana, Birkir? Ég veit ekki hvað myndi. Nei. Það er glórulust. Það er bara beint heim á hana, ekki verið það? Já, bara 100%. Snats? Já, Snats. Ætli sé ekki múin að horfa á hana svona grínlust, svona 150 svona. Það er ekki glan núna sko. Hvað leikar er hana? Það er Brad Pitt og Statham og Já. Hvernig er ekki maður að sjá það mynd? Já, það er glórulust. 2000? Já, eitthvað kring það. Brad Pitt er ekkert eðlilega nettur. Hann er geggjaður, leikur svona gypsy. Já. Boxara. En annars hefur valið Con Air. Já, Bunnyið maður. Helvitis, put the bunny in the bags. Put the bunny in the bag. Þetta er seinna spurning kvöldsins. Og hún er seinna spurning af ástöðu. Hún er þýkalega skemmtileg. Ég held ég að við séð hann á óvart þegar ég leita á svona hluta, en ég veit að það er Ágúst Þór. Það er Ágúst Þór, sko. Það er ekki rassarinn. Nú mun Sævar Atli yfirgefa Leiknismenn eftir tímabilið. Ingi Þór Hafdísson, framherji Bjarnarins, hefur ekki verið að fá eins mikinn spiltíma hjá Birninum eins og hann vonaðist eftir. Er það eitthvað sem þið Leiknismenn myndu skoða eftir tímabilið ef Ingi hugsar sér til hreyfings? Er þetta pallborðaða í stjórnar? Sko, Ingi Þór var hjá mér, ég var að þjálfa létti. Já. Og hann ég held að hann hefði 15 mínútur spilaðar og 3 mörk eða eitthvað, einhver svona þvæla sko. Ok. Þannig að þú gæti komið honum í gang. Það væri mjög erfitt á þessu leveli sem við erum að spila á núna, en hann væri náttúrulega geggjaður í klefanum og það er sko alvöru geggjaður í klefanum sko. Þannig að kannski ertu komið í placement fyrir Sævar Atla. Ekki inn á vellinum en inn í klefanum klárlega. En hvað ég er í algjörðu steypu í þessari skák sko. Hvað skiptir klefin miklu máli? Ertu í alvörun að skoða það sérstaklega? Ertu að leggja eyra við jörðina þegar þú ert að sækja leikmenn? Bara hvernig er hann utan vallar? 100% og ég geri alveg mikið background check á leikmannum ef ég þekki hann ekki sjálfur. Nei. Og Hvernig virkar background check á okkur erlendum gæja? Það er nefnilega Ertu að meta hann út frá gramminu hans? Það er nefnilega mjög erfitt með þessa útlendinga og þess vegna er það líka hluti af lottóinu
með þetta útlendingalotto sem er talað um Já. að þú veist nákvæmlega ekki neitt hvernig típu þú ert að fá. Nei. Þannig að geta einhvern veginn spurt einhvern að því hvernig típa þessi útlendingur er bara Já. mjög Svo krúsal. getur ekki henda fyrir þetta liðið hans. Is this a nice guy? Það er erfitt, svo spyrðu einhvern umbóðsmann, skilur, hvernig típi er þetta? Þetta er bara geggjaður gæi, sko. Ég meina, þú veist, þetta er nefnilega, hann er ekki hlaupið að þessu, sko. En ég spurði þessu fyrir þátt og ég ætla að spurði þessu on air. Hversu mikið kvíðir fyrir því að missa Sævar alltaf? það verður náttúrulega bara Og hversu, finnst þér ekki ömurlegt að missa hann? jú, að mörg leiti því að þetta er náttúrulega alveg algjör líkil maður hjá okkur og líka bara leiknismadur náttúrulega í húð og hár og við þurfum að gera vel í að replacea hann þegar hann fer. Það er alveg klart. Hann skotans djúvilegt að pirrandi leikur. Er einhverju menn sem þú vilt sjá stíga almennilega upp og taka við makkanum, ljóna makkanum? Já, það er fullt af kandidatum í það og við erum alltaf að byrja á því að reyna að replace hann með innanbúa mönnum. Það er að segja þessu elementi sem hann hefur að vera líderinn í liðinu inn á vellinum, sko. Þannig að það er ekki hlaupið að því. Nei. Hlaupið að því. Já, hann er mögnum persóna. Já, Mögnum vera. Aldrei eitt, sko. Og hvað, semst, ok, þú ert að leita í að styrkja liðið í glugganum en það er vant með fundið að finna leikmenn. Einhverja stöðu sem þú horfir í? Eins og ég var að segja vitanlega gerð, við erum svona aðeins að skoða eitthvað fram á við, hjálpa til við markaskorunina. En eins og segja, þetta er meira en að segja að bara segja við ætlum að styrkja liðið. Þetta er eins og segja, þú ert að finna réttu típuna og ég væri til að fá okkur inn sem ég þekkti, vissi nákvæmlega hvað ég var að fá. Já. En aftur það er ekki hlaupað því. Og svo náttúrulega erfiðar kannski þegar þú ert með lið í Pepsi, talaðu ekki bara í miðjubaráttu. Það er betra út inn kassolið sko að reyna að fá okkur lánsmenn og svo framvegis. 100%. Bara þetta er erfiðar núna þetta verið samkeppni við önnur lið í Pepsi sko. Já, það er nefnilega og það er, þú veist, það stökkva nánast allir á bara allt sem er laust svo til sko. Já. Þú veist, og það er bara erfitt fyrir okkur að berjast við hinn liðin þegar Það er jafnvel að gæti einn trúður mætti leiknisbúningin frá okkur YouTube-myndbandi Ertu búin að taka upp tólið og heyri stjörnumönnum með Krissa Conn? Krissi Conn er bara meiddur sko, því miður og ég hann er svolítið í því sko greið. Já, hann sleiti það ekki. Ég hefði eitthvað við svona á Hósin eða? Nei, á liðþónum á honum. Já, ok. og ég hefði glaður tekið við Krissa Conn ef það hefði verið option. Já. En Leifur, ef hann hefur einhvern áhuga að halda sér í þessu deild þá tekur hann 2 leikmenn. Kristofur Orri í Gróttu og Andri Freyr í Fjölni. Já, sko að líklega ertu komin bara í Evrópu. Já, það er svoleiðis. Hvað séu, Kristofur Orri og Andri Freyr, já, við Jesús, ég lék þarna, já, þetta er búið. Það er reyndar einn leikmaður í Gróttu sem að gæti mögulega styrta á vel, sko. Já, það vita allir hvað það er. Já, Pétur Theodór er að raða þeim innan í fyrstildinni, sko. Hann á ekkert erindi þar. Er hann ekki á leiðinni Breiðablik? Já, sögur segja, sko. Það heyri ýmislegt, nei. En það er eitt í þessu. Sko, Siggi verður náttúrulega enda á victory, sko. Hann er búin að standa sér svo vel, sko. Það væri mjög leiðilegt að sjá Pétur endi í Breiðablik. Hvaða meistari var þetta? Dean Cates. Þetta var eitthvað kókur. Takktu einu enn og bara reyna að vinna hana fyrir mig takk. En Sævar, hver er Siggi, sá leikmaður ef við dröfum Sævar mögulega? Þó að Sævar sé góður, sko, hann er ekki þjálfara leiknir, sko. En ef við dröfum Sævar aðeins út fyrir sjöða, eða kannski ekki, við sjáum til, hver er þá besti leikmaður sem þú hefur þjálfað á ferlinu?
Stórt. Það er svo margt sem að spilar inn í. Já. Að hérna, hvort þú sért eins og Binni Hlö, skilurðu, það ég hef aldrei kynnst öðrum eins leikmanni eins og honum. Að ég myndi alltaf setja hann mjög hátt þarna. Svo er maður alltaf þjálfað rosalega tæknilega góða leikmenn. Og geggjaða karaktera eins og Binna og fleiri. Besti leikmaður, besti fótboltamaður sem ég hef þjálfað. Ég ætla að segja það eru 3 sem koma sem svona bestu fótboltamenn. Og þeir eru Vúk er ofalega þarna. Ísak Andri sem var að fara núna á lán í IBF. Og annar stjörnumaður Eggert sem er búinn að vera aðeins að springa út. Eggert Aron. Þetta eru svona 3 bestu fótboltamenn sem ég þarf svona on top of my head. Ég var ekki búinn að undirbúa þessa spurningu. Nei, er Eggert góður eða? Efnilegur? Já, gjörsamlega sturlaður sko. Ég hef ekki séð neitt leikmann, ég sá bara þetta viðtali og sagði hann er alltaf strákslegur til að vera góður í fótbolta. Ég trúði því ekki sko. Sturlaður leikmann. Sturlaður. Ég ætla bara að gera eitthvað þvælu hérna. Já. Þetta er líka senast skák kvöldsins sko. Annað. Það er einskot og helvítis vinnir sko. Mér langar líka að koma nafn á blað inn í þessar leikmanna umræðu. Það er Viðar Þór Sigurðsson. Leikmaður hérna Kríu. Já. Mikill aðdáandi Chelsea The Dark. Hann er búinn að koma víða við. Þannig að þú meina ef að leiknir Já, ég skoða hann ég er aðalega að horfa í hérna kraftaverki í fitnessinu sko. Ef ekki fókið í flest? Nei, hann er unreal góður í fótbolta sko. Hann er ekki búinn með hausinn á þetta stað. Pétur Theodór var í Kríu. Já, það er stutt á milli í þessu. Pétur Theodór bara Heldur að sé önnur Jamie Vardy að koma með Viðar? Ég meina, sko, ef það er einhver sem er Jamie Vardy að Íslands, þá er það Viðar, sko. Það er Viti Lukaku eins og hann oft kallaður, sko. Viti Lukaku. Það er rétt nefnið, sko. Það er náttúrulega stóri bróðir Hjaltar. Það er stóri bróðir Hjaltar. Það er stutt að fara, sko. Já, það er stutt að fara, ok. Sænuðu Hjaltar fyrir metfé? Nei, ég myndi nú ekki segja það. Ég er bara búinn að tapa þessari drottningu sko. Nei, rólegur. Var Hjalti liður í því að sækja Viðar? Já, þetta er bara eitt stór fyrsta skreiður. Hjalti er bara leikmann til að geta sæna. Nei, því miður, það væri samt geggjað ef það væri þannig. En ég verð að spyrja það því að náttúrulega góð vinnur okkar beggja er að horfa hann Ósald Jarl. Já. Hversu góð leikmaður er Ósi? Hann er frábær. Já. Frábær, aðeinslur. Varstu eitthvað að skamma þetta fyrir þátt segja hann hafði ekki skorað lagt upp í ykkur 300 ára ég maður ekki hvað það var langt síðan. Já, hann þarf að reyma á sig assist skona. Já. Kallinn. Það kemur. Sko. Please. Hann verður að vinna þetta. Já. Það er komið endsongi í gang sko, það er Ok, stopp nú, hugsa nú. Stopp? Hugsun. Já! Rétti að setja þessa tónlist. Sástu þetta? Yes! Leifur, ég sá þetta ekki sem vel gett. Ég sá þetta ekki heldur, þetta var ekki eins og komið á borðið, ég hef bara full að trúa Sigga. Það var geðveikt. Herru. Þvílíkur þáttur. Erum við búin að taka til sýttaraðalum og þetta fiskir eða? Ég vil bara þakka allum áhorfendunum í kvöld og þeim sem horfa á þetta eftir á. Vonum að sem flestir kíkja á þetta á Spotify og hérna svo erum við náttúrulega á YouTube. En fyrst og fremst vil ég náttúrulega bara þakka þér, Sigurður Höskuldsson, fyrir komuna. Bara takk fyrir að vera, þetta var bara mikill heiður. Það ekki? Jó, ég var bara yndislegt. Herri, takk fyrir okkur. Sjáumst á vikuleiðinni.